Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Ingibjörg. Hún með hugrekki. Velkomin. Segðu mér aðeins frá þessari stofu. Ég félagsráðgjafi og rek þessa stofu og þetta það sem ég sinni alls konar félagsráðgjafarstörfum. Bæði á stofunni og eins í gegnum netið aðeins. Já, þú varst svo fyrsta sem opnaði svona netstofu, er það ekki? Jú. Segðu okkur aðeins. Ég bjó til Hrísey árið 2013 og hafði þá í rauninni velt þessari hugmynd fyrir mér frá árinu 2007. Þegar ég fór austur á land sem starfskona Stígamóta að taka viðtöl og flaug svo í burtu með sögurnar og upplýsingarnar. Að það þarf ofta að færa þjónustuna nær fólki og netið ein leið. Þú nýttir það í Hrísey. En nú ertu komin hérna til Akureyrar og ert með stofu hér og minna þá á netinu eða hvað? Já, flestir sem koma til mín eða ég fer til að því stundum fer ég líka bara út í bæ og tek viðtöl, til dæmis í skólum og annað þegar ég að vinna fyrir barnavernd. En flestir sem koma til mín eru hér á svæðinu og stór Eyjafjarðarsvæðinu, við getum sagt það svo. En þú brennur fyrir það hjartans mál núna og við ætlum að vekja athygli á því að það frumvarp núna niðurgreiðslu sjúkratrygginga til sálfræði meðferðar, en þar vilt þú aðeins fá að víkka viðtalsmeðferð, ekki satt? Segðu okkur aðeins. Já, sálfræðingar hafa verið svakalega duglegir að vekja athygli á sér sem frábært af því að sálfræðingar eru frábærir. Félagsráðgjafar, við höfum ekki alveg verið nógu dugleg að vekja athygli á því hvað það sem við gerum. Margir tengja okkur eingöngu við barnavernd og félagsþjónustu. Stækkandi hópur félagsráðgjafa að reka stofu út í bæ sem þarf að uppfylla allar sömu kröfur og öll sömu lög og reglur og viðtalsstofur sálfræðinga. Við erum heilbrigðisstarfsmenn með 5 ára menntun eins og sálfræðingar. Sambærilegt. Bara önnur nálgun. Og eitt af því sem að við, þessi orðræða á Íslandi hefur svolítið verið, ef það eitthvað að andlegu hliðinni, félagslegu hliðinni, þá þarf þetta að fara til sálfræðings. Og ég man þegar ég var að byrja 2007, já, ert þú svona sálfræðingur? Nei. Ertu félagsfræðingur? Nei, ég er félagsráðgjafi. Þetta segir okkur kannski svolítið hvað við megum verið duglegri, félagsráðgjafar, að láta vita af okkur. En það sem við gerum bara pínulítið öðruvísi. Og það viðtalsmeðferð, en það einhver annar vinkill, annar eða áhersla? Já, önnur áhersla og annar vinkill. Við vinnum svolítið mikið út frá því að þú ert einstaklingur í umhverfiðinu. Þú ert í samskiptum í fjölskyldu, þú hefur bakgrunn og bakland og þú átt þér sögu og það sem ég vinn auðvitað sérstaklega með áfallavinna og þá alltaf einhver saga sem þarf að vinna með og þá þarf að hugsa hlutina í alls konar samhengi. Svona heildrænt svolítið. Já, það heildarsýn eitt af lykilorðunum í félagsráðgjöf og fjölskyldufræðingar eru líka að veita viðtalsmeðferð þar sem þeir vinna sérstaklega með fjölskylduna og það auðvitað svolítið mikilvægt að við festum okkur ekki í einhverju svona ein leið fyrir alla. Nei. Af því að við viljum bara alveg eins og við viljum eiga mörg verkfæri þegar við erum að smíða hús. Við viljum eiga, það til alls konar mismunandi verkefnatöflur eftir hvernig verkið þú ert með. Við viljum líka eiga mismunandi leiðir til að vinna með sálrænu og félagslega hliðar alls fólks í landinu. Og þá eiga allar þessar meðferðir væntanlega verið undir sama hatti. Sjálfsögðu. Og njóta þá niðurgreiðslu sjúkratrygginga. Allir heilbrigðisstarfsmenn sem hafa leyfi frá landlækni eiga í rauninni að mínu mati og ekki bara mínu heldur bara félagsráðgjafi eitt af því sem við í fagdeild sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa höfum verið að vinna að og höfum gert athugasemd við inn á þingi að þetta sé einskorðað við sálfræðinga því að við verðum og lög og reglur gera ráð fyrir að við bjóðum upp á það besta sem til á hverjum tíma og gera ráð fyrir að við bjóðum upp á fjölbreytni. Og veistu eitthvað hvernig þetta statt núna? Þið eru búin að gera athugasemd? Já, við erum búin að senda inn umsögn og fleiri hafa gert það og það sem við bendum sérstaklega á þetta að það verði að útvíkka þetta orðalag og tala viðtalsmeðferð en ekki sálfræðimeðferð sem að opnar þá möguleika fyrir fólk að leita sér
aðstoðar hjá öðru heilbrigðisstarfsfólki en eingöngu sálfræðingum. Ef maður setur sig við borð þeirra í sjúkratryggingunum þá náttúrulega sér maður að það þá bara fleiri og kannski dýrara þá, er það sem að stoppa þá og þess að það afmarka? Eða þetta bara hugsunarleysi? Ég held þetta sé bara orðræðan. Orðræðan hefur svolítið verið, sálfræði meðferð. Þú veist, í staðinn fyrir að hugsa andleg meðferð eða sálræn og félagsleg meðferð. Af því að þetta svo stórt, við læknum þetta ekki með einni aðferð. Hafið þið fengið einhver viðbrögð við ykkar umsögn? Já, við höfum fengið það og félagsráðgjafar hafa verið að fara inn og ræða við þingmenn og fleiri sem að koma að þessu. Fólk hlustar og skilningsríkt. Já, og ég held þetta hafi að því ég trúi því að fólk sé alltaf að vanda sig í vinnunni og ég held þetta snúst ekki það að það sé eitthvað svona bara sálfræðingar með gera þetta, heldur þetta bara hugsanaleysi út frá þessari orðræðu. Að við höfum fest okkur svolítið Íslendingar í að tala sálfræði sem einhvern veginn svona, og þá festum við það við eina fagstétt. Þarna eru þið líka og og fleiri. Félagsráðgjafarnir og fjölskyldufræðingar, geðhjúkrunarfræðingar, til dæmis bara svona sem dettur í hug, sem eru að sinna viðtalsmeðferð við fólk í alls konar ástandi og alls konar líðan. Og við þurfum að bjóða upp á fjölbreytni. Það bara númer 1, 2 og 3. Þetta eru frábær lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma og vekja athygli á þessu. Og við vonum bara að þeir þarna sem eru að fara að ákveða þessi lög og reglur séu líka að hlusta. Já, ég vona það. Takk fyrir. Takk kærlega. Gangi ykkur vel. Takk.